207. Já, það jú. Damn. Já, kæru hlustandi, það er 15 lótan sem heilsa ykkur á fallegum vikudegi. Það er ekki lengur 15 lótan in the morning, Biggi. Nei. Við gáðumst upp á því. Hvað er að búið eða? Já, það var mikið mótmælt sko. Já. Ég reyndi að bjóða kolla henni í morgun og hann bara, herru, við getum tekið þetta 8 á móttan og tróðið við raskar. Já, það er mjög erfitt að fá gesti þegar maður segir 15 lótan in the morning og þeir bara, já, glimtu þessu vinnur. Ég ætla að gera allt annað en að mæti 15 lótana sem var leiðilegt, en það var frábær bardahelgi helgina, vorum með UFC í Kína, vorum með Íslandsmeistaramóti í Jiu-Jitsu, vorum með blóðbað í Danmörku sem kannski það sem það þarf helst að ræða, og til þess eru komnir Helstu sérfræðingar og pjakkandi tveir. Það eru Guðjón Óli Guðjónsson og Aron Ómars. CZ. Velkomnir í þáttinn. Takk fyrir það. Aðeins laga, þú mátt sko, þú með standinn hérna. Já, einmann. Bara svona, þú veist. Má laga eins og ég vill. Mátt laga eins og vilt. Og bara ekki snerta mikrofónin. Það er líka svolítið töff að vera svona aðeins að fikta í þessu. Já, það er mjög, það er svona eins og þú vitir hvað þú ert að gera. Sko, ég veit ekki hvað ég gera. Nei. Það eru töff mikrofónar samt sko. Já, það eru flótið. Þetta er nýtt settum, við erum aðeins að hérna. Nýi standar og nýtt borð og alltaf gerast hérna. Já, þetta er aðeins, nýtt er málið sko. Það gerir þetta pínu flott. Þannig búin að vera duglegurinn í iðnaðinum síðust daga. Já. Er IKEA að sponsa það? Nei. Þetta er sko, ég er með eitthvað svona glataða drauma að vera iðnaðarmaður. Og, já sko, ef þið finnst þetta fyndið, þá er ég sko búin að, þá sótti ég í svona múriðnaðarnám eftir sumarið. Já. Og af því að ég er með eitthvað mjög romantískar hugmyndir ég geti stóð fyrirtæki sem heitir Múr og Söngur. Já. Og syngur þá meðan og múrar. Já. Góð mynd. Ég hef aldrei heyrt jafn mikið í svona já, sem er bara svona, ég hef enga trú á þessu verkefni. Þetta er góður business. Já. Þú fer bara í nám og lærir, svo ræður bara útlendingar til að vinna fyrir þig. Já, svo þarf að múra svona, þá þarf að brjóta og þá póstar maður inn vinna með litlum fyrirvara. Já. Svona, það er að brjóta hennar vegg svo kem ég bara eftir klukkutíma. Já. Og svo þannig keyri ég businessið minn á. Og hvar kemur söngurinn inn í þetta? Já, ég sá fyrir mér að ég myndi kannski svona syngja sko, kannski ef fólk biður tilboð, þá myndi ég syngja og svo myndi ég syngja svona ný lög, svona Moor me, moor you, moor us together. Svona, og það myndi alltaf svona ná saman í gegnum múrin sko. Já, Ómar hann er ekki samfærður. Nei. En sko, fyrirtæki sem á MMA-fréttir heitir Kimura. Sem er bæði jiu-jitsu og múrararreferens sko. Já, Ómar er ekkert meira samfærður. Já, herri strákar, gott bull bull í morgunsárið, kvöldsárið, eitthvað. Þið voru í Danmörku með Kolbeini Kristinssyni og Emin Katri Eminsinni sem að, þetta var svona heldur dramatísk bókskvöld í Danmörku. Hvernig var þessi ferð? Og Biggi, þú varst alltaf með þeim? Já, þetta er bara geggjuferð. Geggjuferð, sko. Já, gaman líka að hafa báða Kolla og Emin, sko. Já, það er mitt. Já, svo náttúrulega sýndi hann á sín, veit ég hvað var fullt í mínigarðinu með? Það var alveg stútfullt, sko. Ekki stemming og náttúrulega við lentum í því leiðindi atviki sko að það var framlengt í úrslitaleiknum í meistaradeildinni. Þannig að þú veist, við hefðum náð Emin að það ekki verið framlengt. Þannig að það voru allir bara eitthvað konum með síman upp og voru að horfa á þetta á símum í mínigarðinum. En svo, þú veist, þegar Kolli var búinn, þá var bara spólað tilbaka þannig að allir gátu að horta Emin aftur. Já, ég verði náttúrulega bara skýta yfir mínigarðina að skipta bara ekki stöð sko. Ég held að það hefði nú kannski allan haft eitt skját tilbúin. Það hefði samt verið svakalegt ef að Emin hefði verið meitinn jafnvígur framlengingu í... Alltaf. Það er ekkert mikið að vera út af borð. Það var líka það skemmtilegu barndagi á hann sko, það hefði þurft að vera á skjá sko. Já, ég komst ekki að horfa, en ég held að Emin hefði klárað hann fætt, en heyrði svo hann hefði farið decision. Já, það var stutt í að hann munnaði nú bara 200 sekundum held ég sko. Hann var alveg komið með hann í kallana og hálfvangan hann út í kallana sko. Ef hann hefur boxað bara aðeins betur, þá var hann klárað hann sko. Hann var svolítið í bulli og það var svolítið skítuður bardagi sko. Já, hann var svolítið að hanga á hann. Já, bara gera hann brjála hann. Já, svo var anstæðingur líka, hann var svona bara rúmlega dvergur og hægt. Hann var alltaf í jörðinni bara sko, leið og Emin kom ekki aðeins við hann, þá bara fór að beinta hann í hann sko. Já, það var það. Hann vildi alltaf fara að klinsa og þá setti Emin svona þungan á hann og þá lét hann sér detta og þú veist, þá voru þau separataðir.
mér fannst svona Emin hefði mátt bara beila á sig og setja þungan á hann og það var alveg með hann hann hefði bara strax bara reynd að fá separation og hann bara geta haldið áfram að vinna þá held ég hann hefði bara klárað hann að gæða sko. Já, bara pull out og bara uppercut down og róta hann En mér varst alveg klárt mál sko, það er náttúrulega 4 lótu bardaði, hann er farið næst í 6 lótu bardaði. Mér varst alveg klárt mál, veist, ef við hefum verið að fara inn í 5. og 7. lóta, hann hefði klárað hann að gæða sko. Já, allan daginn sko. Hann er líka algjört bísmaður, maður sér hann alltaf upp í sig, það er ekkert verið að grínast það sko, hann á alveg nóg inni sko. Og hann var líka bara geggjaði bardaði sko, hann var alveg bara domineraði með gaur alveg allar lótuna sko, gaman að sjá það sko. Já. Sko, ég er búinn að sjá nokkur, ég er búinn að horfa á bardaðan sko, við náttúrulega filmum hann svona ringside, en ég sjá ekki sko hvaða lóta. Sko Biggie filmaði bardaðan, en það var mjög latuð að fara svona að skoða ringstelpunar til að segja mér hvaða lóta Við bara hefum það bara hvað næst. En það er eitt högg þar sem hann klára lótuna bara á, held ég, einhvernum fjarka eða einhvernum frist, maður virðist svona alltaf bara, var svona við það að róta gæjan. Já, það er 4. lóta. Það er bara 4. og síðasta lótan. Þetta ég hugsaði með mér 8 sekúndur í viðbót af þessari lótu, skilur við, þá hefði þetta verið búið, sko. Já. En hvað, Emin hvað, leiðin til Helsingi næstu? Helsingi, já. Nei, Úlú, það sem að Kolli var. Það er Úlú. Þegar við komum til Úlú, vantarlega. Nei. Ég reyndar rétt mistað þeim bara. Já, ok. Já. Ég held að þið tveir færi alltaf hvert sem að Kolli færi, hvort sem það væri Núnberg, Kaupmannahöfn eða Jarðvinpa. Þið hafið komið til Jarðvinpa. Við hefum komið tvisvar. Það er alveg tvisvar og mikið sko. En núna ætlum við bara að breyta því og hafa bara í Köpen sko. Já, ég fíla það sko. Já, þetta var skemmtilegt kvöld sko. Það var alveg svona aðeins meira standard þarna heldur en í Finnlandi í samanlýtingunni. Já, promótorinn hann bara hokkjaði reynslu sko. Já, Bettina Palle. Já, Bettina. Hvað getur sagt okkur hana? Hún er dóttir Palle Morgens sem er bara eina stæðsti og elsti promótor bara í Evrópu sko. Og hann lést fyrir 2-3 árum eða eitthvað. Og hann var að vinna með Sonny Liston og hann gerði bardaðan Mike Tyson í Köpen. Þannig að hann var með eitthvað 200 gauðra og stýri fyrirlinn sko. Þannig að hún er búið að promóta nú í 27 ár og það er við að taka hann inn í Hall of Fame í haust í Las Vegas, Boxing Hall of Fame. Nice. Við að taka hana Bettínu Palli? Já. Það er alveg kona sko. Hljóma þannig? Já. Læsta vinkona Gunnar núna. Það er absolutt. Það er alltaf að senda henni selfie og Snapchat bara. Já. Hvað er hann að senda Bettínu inn á myndina? Já, það er absolutt. Þú veist kannski að senda Bettínu Palli núna mynd og segja að þú setja podcasti? Já, hvernig verður það? Tökum við eina selfie hérna, strókan þér. En hún er mjög spennt fyrir Íslandi sko, hún vill fá okkur meira að nota Danmarku til sín sko. Já, og í svona promotional tilbúð. Já, bara komið með fætara og þú veist, á kvöldin til hennar og svona. Já, að íslensku fætarnir fara þá til Danmörkur. Já. Og hún er það vel tengd líka í boxheiminn að, þú veist, koma að kolla á þann stað sem hann á að vera sko. Já, einmitt. Þannig að það hjálpa við það. Já. Geggja að vera komið svona samband þarna út, þú veist, fyrir alla sem fara að taka skrifið prófa að sé bara, já, við erum bara með viðburði í Kaupmannahöfn bara reglulega. Þú veist, er þetta ekki bara alveg þó nokkuð margir á ári sem hann er að halda, það ekki? 4-6 eventur ári. Nákvæmlega. Er það alltaf í Köpen? Já. Já, ok. Bara á sama stað í Köpen eða er þetta eitthvað svona faraldssjó? Sama stað. Bara 4 til 6 bókskvöld á ári? Já. Já, þetta er bara svona Kate Steele. Ég hef sér að Kolli kæfti ég að segja höll fyrir 10 árum sko. Já, hún er bara... Það er einhver handboltahöll. Þetta er heimavöllur FC Kaupmannahafnar í handbolta. Já, þannig að þetta er bara ekki svona pari við bara einhverja lögðurshöll eða? Nei, hún er lítill þannig sko. En samt sko, þetta hús lúkkaði svo lítið innan eins og það maður komin að það inn á og maður þetta endalaust stórt og fullt af sölum og eitthvað. Mér fannst bara eins og ég var að labba inn í eitthvað bara svona íþróttahús eða í Húsavík eitthvað þegar við vorum að labba þann inn. Svo fórum við eitthvað að sækja kaffi einhvers þar, þá löbbuðum við bara fram með fullt af einhverjum sölum og bara mötuneyti og eitthvað og þú veist, félagsheimili og eitthvað, þetta var bara risastórt sko. Já, ok. Svo er þetta líka þægilegt, þú veist, beint flug og þú ert í 10 mínútur leigubíl niður í miðbæ og það er fullt af Íslendingum þarna og
Já. Þetta svona, þú veist. Það auðvelt að sannfæra fólk. Já. Að fara til Köpen, annað en sko til Úlú. Já. Svo líka bara svo stórt Íslendingarsamfélag Kaupmannahöfn, þú veist. Það ekkert mál að smala ykkur í liði alltaf að fylla höllina, Ég heyrði nú í barðan hans Kolla, sko. Það fannst mér nú, ég heyra svona chants. Það sem að það virkaði nú eins og væri nú hellingur á liðið þarna, sko. Já, það voru alveg einhver Íslendingar sem mættu, sko. Já. Ég held að kollega líka alveg bara fengið svolítið pepp frá bara random fólki í grátinu, sko. Já. Það var náttúrulega bara blóðuft fokkin stríð og fólk var að fíla sig yfir þessu bardaga, Já, bara eins og hann að Gauri sem var að taka viðtal við hann, þetta verður bara klikkaðasti bardaði sem hann sé í Danmörku, sko. Já. Þetta var náttúrulega bara bloodfest, sko. Já. Þetta er svona gott slæmt hann að fengi hennar skurð svona snemma í fyrstu lótu og það slæmt skilur að hann setur bardagan í hættu en gefið að dómarinn það er engin dómari eða læknir sem stoppa bardagan þá endar þetta sem alveg svona rosaleg dramatík einhver. Já, því að þetta var rúla sem högg, sko. Við heldum að hann hefði skallað hann, sko. Þetta var skallið, en þetta var rúla sem högg. Já. En, já, svo, þú veist, svo vorum við búin að græja þarna konu sem var köttmann í horninu hjá henni. Já. Hún var ekki með neitt adrenalín neitt til að stoppa blæðinguna, sko. Var ekki með neitt hvað? Adrenalín. Já. Sem setja yfir sári til að stoppa blæðinguna. Já. Og þetta var bara svo svaðalega stór skurður, sko. Já. Ég man alveg ég sat við hliðina Gunna í þriðju lótunni og hann stendur bara, ég verð að tala við Arnór, það er dómarinn að fara að stoppa þetta, sko. Það er bara, svo hleypur Gunni alveg og segir við Arnór, það er dómarinn að fara að stoppa bardaðinn í næstu lóði, svo loðari, sko. Svo kemur dómarinn, sko. Já. Bara beint, þegar Gunni er nýbúinn að segja þetta við Arnór og lætur á strákunum að vita að hann sé að fara að stoppa bardaðinn, hann ætla að gefa með einu lótu viðbót, sko. Já. Og það var í þriðju lótu, svo kláraði fjórðu lótu og þá kemur hann aftur dómarinn, sko. Og Arnór náði einhvern veginn að samfara um að það væri allt í lagi, sko. Þannig að hann gaf mig einu lótu viðbót, þar sem Kolli síðan kláraði gaurinn, sko. Já, Arnór segir líka bara við að þú verður að fokkin klára núna, sko. Þetta var alveg tæft, sko. Það virkaði mjög tæft, sko. Ég heyrði í Kolla, sko, spjallaði á Kolla eftir þetta og hann sagði bara að Arnór hefði gefið honum bara einhver alveg Teddy Atlas-ræðið þarna í hóðinu. Já, þetta var svo þannig. Það var bara we are firemen. Sem er kannski bara akkurat það sem hann þurfti að heyra, sko. Já. Það er bara kannski að segja bara við hann í fyrstu lótu næst. Já. Myndi þú slökkvisnæður? Já, ok. Geðveikt. Þetta var heldur, þú veist, þetta var áræðinu voru alveg, þú veist, maður heyrði það bara í stúkunni fyrir aftur sig, það var allir að trillast bara, það var bara svo svalett blóðbað, þú veist, þeir voru bara neglandi gott annan líka bara, og þú veist, það var bara skemmtilegt, sko. Já, og þessi Pavel sagði úr, sko, hann var komin til að vinna, sko. Já. Hann var ekki bara komin til að þrauka eða eitthvað. Já, sko, út af því að Kolli var með skurð. Já. Og veist, hann var að vonast til að bardaðinu stoppar þekk, svo hann alltaf að standa aftur upp, sko. Já. Sem betur fer heyrði hann ekki þegar dómarinn sagði að hann myndi gefa hann einu lótu viðbót, sko. Hann hefði örugglega reynt að finna sig eitthvað aðeins lengra, sko. Þannig að, þú veist, já, ég myndi hugsaði með mér, sko, að hann væri svona, ef hann hefði séð að dómarinn ætlaði ekki að stoppa þetta, að ég man að dómarinn kom, kíkti á þetta, hann hefði vantilega séð það, svo ákveði dómarinn að, svona, nei, látum hann bara rúlla. Þá var hann bara svona, ok, hann ætla ekki að gera þetta í þessu, skilur við. Þá hlýtur svona sigur viljinn svona aðeins að dvína, sko. En hann var samt, fannst mér, vera að boksa vel, sko. Já, hann var að boksa mjög vel, sko, það gefa hann það, sko. Og líka reynsla bara, veist, slegið niður, spýti svo, gómnu út úr sér, auka 15 sekundur, skilur við. Og veist, ef hann ekki gert það, þá var hann aldrei náða að fara svo langt, sko. Nei, en annars var hann bara, verið að gera vel að taka króka og uppercuts. Já, hann sýndi hjarta að vera bara tilbúin að stíga inn í pocketið með Kolla og bara láta vaða og bara leggja allt undir hann. Já, alltaf Kolli trublaður, skilur við, blóði, auga fullt af blóði og okkar, skilur við, hann bara nýtti sig það, bara klókur. Svo alltaf reyndar settur líka svolítið strik í reikningin Kálvin á Kolla, sko. Já, hann virkaði valtur. Já, mér fannst hann tóknar hann á 15 skvöldið. Já, þetta er bara tóknun, þetta er ekki smávæli meðlega, þetta er bara tóknun. Já, sko, hann tóknaði á æfingu á 5. Það hann var bara að taka æfingu og bara skuggaboksa einhverja 6 lótur, eða þú veist, allan í 7. lótunni, þá bara tóknaði hann og sko, hann var alveg draghaltur. Bara, og ég og Arnó vorum bara, holy fuck, og við tölum það eftir að við vorum báðið bara eitthvað svona, ok, vera bara cool, ekki eitthvað að láta á Kolla, sko. En þú veist, bara svo, þú veist, hann gat alltaf að labba þarna á 15 skvöldi, sko. Við fórum eitthvað, að fara að borða það rétt hjá og við vorum svo lengi að labba með Kolla og hann labbaði svo hægt og búið lokull þegar maður losmaði. Og svo mæti ég á föstudeginum
og hitti Bettínu og hún bara, veist, og hvernig er Kolli, hvernig er löppin á Kolla, ég bara, hún bara fín og veist, hann búið að jafna sig á meðslunum sem í apríl, skilur Já, við vissum ekkert hvað var að tala sko. Við erum alltaf bara í flugulunni og bara á leiðinni, við vissi ekkert af þessu svo hittum við upp á Kolla og hann bara svo störfundur, sko Shit vorum alltaf líka sko á bara svona official fighter hóteli og þegar við vorum að fara þarna út og 15 skvöldið þá sé alveg einhver svona bendur og Kolla bara svona hei, þú veist, þarna er þessi gæi og bara svo, þú veist, okkur er hann að labba svona þú veist, þannig að þú veist, þá hefur einhver fiskisaga farið í gang Já, alveg potið Það er bara þeim svo stór og þungur tröll að labba svona Já Það hefur verið eitthvað svona rauð hittur úlfurinn Af hverju haldrar þú svona? Það er bara svo ég geti eitthvað Af hverju mér svo lítið hár? Nei, já, því ég sko orðanum bara það og ég sko vissi ekki enn að vera sko tóknaður en ég hugsaði með mér að þetta væri örugglega versta útgáfa af Kolla sem ég hef séð þegar ég byrjaði að fylgjast með en samt sennilega besti bardaginn að lenda í svona mótliti, sko og veist, að fá skurðinn og veist, hann hefur aldrei fengið neitt damage, skilur Já, aðeins Já, hann myndi verið í þessu bardaga á móti einhverjum betri manni og veist, einhverju stórbardaga þá þurfum ekki að spyrja hvað við gæst, skilur Nei þannig að Það er, þú veist, you live and you learn, sko. Nú líka vitum við það að hann var 1 og 3 verið með adrenalín næst, sko. Hann aldrei lenti í það áður og fór svona skurð, sko. Nei, einmitt. Þannig að þú veist, það er alls konar sem að pikkar upp í svona dæmi, sko. Já, við erum kannski tilbúið með eitthvað svona köttmann-dót. Já. Því að, sko, mér er alltaf fundist að vera svona frekar chillaðir, sko, í hótninu var þetta svona, já, þú veist, hvað ef það kemur skurður, skilur, veist, er vaselín, er við með vaselín, er við með, þú veist, íspoka eða whatever, skilur, er við með kalt járn og heitt vatn, skilur. Er það á ykkar ábyrgð að vera með þetta eða á móturinn að sjá fyrir því að það sé kött? Sjálfari. Já, hotnið á bara komið með það, sko. Já, einmitt. Og það liggur á ykkur. Já, þeir sem eru hotninu á hverju sinni, sko. Kjarri var nú með þetta, sko. Við náttúrulega borguðum bara fyrir Köttmanns tím, sko. Það kemur bara, hún er í Danish Cut Team, já, við heldum að hún væri bara með allt, skilur. Já, þeir borguðu Já, við borguðum bara fyrir það. Já, við heldum að við varum bara að fá allan pakkan, sko. Já. Nei, það vorum bara með einhverja plástra og, þú veist. Já. bara tóma jænaplástur og bara drullaði Þetta var bara einhver 50 kona með pakka plásturum. Já, samt, þetta var alveg Köttmann, sko. Já. Þú veist. Hún var alveg með klakan og allt dæmið og vaselín og hitt og þetta, sko, en vantaði adrenalíni, sko. Sem að hefði, þú veist. Ég held að það sé gert ásætti ráði hjá þeim, sko, og það er gott sjónvarpsefni, það aflaði mikið, sko. Já, þetta var gott sjónvarpsefni, sko. Já. Og þetta myndi mig smá, sko, á köflum, á barðarnas Gunna gegn Charles Oliveira. Það Gunni gefa hann olbóan, það er allt í blóði. Alex Oliveira. Já. Alex Oliveira, já, Cowboy Oliveira, afsakið mig, og svo er til svona mjög svona skemmtileg dólgsmynd af Gunna þegar hann er svona allir í blóði eitthvað, þú veist, að gelta í loftið, sko. Það kom eitthvað þannig moment hjá Kolla, skil, þar sem hann er allir í blóði, hann er að fagna, þú veist, það er smá hæpi í honum, skil, og hann langar í þetta og maður er bara, þetta er geðveikt sjónvarpsefni, sko. Þetta er líka vekur smá athygli, sko, og þú veist, þetta, bara sér það líka bara á vídeónum og reelsonum eftir þetta, þú veist, það er miklu meiri views á þetta reel heldur en, þú veist, öll eldri bara út af blóðun og dótinu, sko. Ég mitt, út af dramatíkinni og blóðinu. Já. 100%. Þannig að, þú veist, það er kannski að það sé, þú veist, eitthvað lukk í þessu, kannski er eitthvað sem tekur eftir þetta er, hvað geðsjúklingur þetta, fá þennan gaur, maður. Já, ég meina, þú veist, það er bara, ný Bettína þarna og þú veist, einhvern veginn margt, skilur. Þú veist, eins og ég hef nú bara að heyra eitthvað að, þú veist, einhverjum sjóum í öðrum löndum í gegnum þessa Bettínu. Ég veit ekki hvað það má ekki ræða það, skilur. En mér finnst það auðvelt að einhvern veginn og svona, herru, við getum farið eitthvað út í heim, bara eitthvað, ég fá þennan gæja, þennan stóra gæja hérna sem var alblóður eitthvað að fá finni, skilur. Við þurfum alltaf að bara koma að Kolla í alvöru money fight, sko. Já. Það er bara, þú veist, við þurfum að fá meira blóðum að Kolla, svo til að vekja svona athygli á þessum stærri gaurum, sko. Já, ég er sammála. Þannig að það er kannski bara trix að vera ekki með adrenalíni. Já, ég held það, sko. Og meira svona, sko. Já, getur ekki fengið svona Köttmann sem er alltaf Köttan svona aðeins í aðeins að kötta þig hérna bara rétt fyrir ofan augunum. Það er kannski eitthvað, sko. Já. Glerbrot í vaselíni. Já, nákvæmlega. Þú veist, það getur líka verið eitthvað, skilur. Já, vinnum með það næst. Við þurfum að selja, sko. Fáðu okkur svona Nate Diaz. Já. Það er víst það sem að WWE-gaurinn gera.
fyrir auka dramatík Já. að kötta sig hérna og svona blæður í svitan og Já, það ekki alvöru WWE. Nei, Það allt fyrir. já, sorry Eyðileggja það fyrir mér núna. Já, það eiginlega ekki fyrir það, eins og ég sé alltaf að skemma eitthvað fyrir þér. En nei, því miður, það ekki alveg, en það mjög skemmtilegt, engu síður. Já. Nýbúin að hlusta á eitthvað svona sögum Hulk Hogan. Já, Hulk Hogan. Já, sem var nú meiri kallinn. Var hann ekki alvöru? Hann var alvöru maður. Hann var nú einn að fáum alvöru. Já, hann var Hann eiga það, sko. Hann var mjög alvöru. Kannski aðeins of. En geggjasport þar sem allir eru út úr djúsaðir. Kannski allir Kolli endi ekki bara því þegar hann hættur að boksa. Já, Why not? Já, við getum örugglega selt það. Fullt af peningi í það. Mér finnst sko alltaf það, sko, þetta kannski bara ég og líklega er þetta bara ég. En mér finnst sko Kolli alltaf vera svona undirbúið sig fyrir einhvern strippdans þegar hann að byrja að boksa. Þá þetta eins og þetta sé einhver kúriki að fara að strippa sko. Hafið þið séð skilur hvernig hann svona stífur í fæturnar og einhvern veginn alltaf að dilla sér svona? Greinilega ekki pælt svona mikið í þessu þú sko. Nei. Nonni hefur svona meira reference Já, ég sé þetta einhvers þar áður. Þetta er eins og vera á einhverju Magic Mike sýningu og bara það verður sér bara að kalla inn íspjörnin. Það er náttúrulega sem búið að hefta hann svolítið, hann hefur aldrei verið með neitt bakland eins og að vera með backup fighter, skilju. Og að þurfa að vera kannski í 8 mánuði í kampi, skilju, eða eitthvað. Það fokka þér alveg upp, sko. Já, við erum backup fighter, já, þú veist það að segja úti. Já, bara ef ykkur dettur út, skilju, að bara game on, skilju. Já. Það er bara setja núna alveg plan og bara gera þetta eins og menn. Já, það sem að það er þá bara verið með backup fighter alltaf tilbúin. Já. Þú veist, event, jú, ok, 1 af hverjum 1000 eventum, þú veist, fokast upp, skilju, en, þú veist, fighterar, þú veist, stoppa á stundum, skilju, oft. Já, af hverju ekki meiri menning fyrir svona backup fighterum, ef að... Það Já. Það er bara, það er búið að kosta gríðarlega að fá þess að fighter alla á mótunum, skilju. Já. Þannig að nú ég og Aron byrjaði að hjálpa á að gera þetta eins og á fólki. Það til dæmis alveg, þú veist, eins og fyrir sjóið sem átti að vera hérna heima. Við vorum alltaf búin að fá Bragi Lange hérna heimi ykkur 3 vikur í kamp fyrir Kolla. Þannig að eigða alltaf fullt af peningum í það. Svo dettur sjóið upp fyrir og þú veist, eiginlega allir sponspenningunum búinn. Og við þurfum að finna annað sjó til að halda hann relevant. Það kostar bara fullt af fucking peningum, sko. Og ég meina, þú veist, sagt yfir það að það kostaði eitthvað 12-1300.000 að ævintýri í Danmörku, sko. Já, að sippa hann út og borga fyrir ansnæðingi þá. Já, þannig að þú veist, þetta er dýrt, sérstaklega ef að fokast hann upp dæmi, sko. Já. Og þú veist, við erum bara búin að reyna, þú veist, ég er alltaf búin að fara með Kolla okkur 5 bardaga núna. Og þú veist, maður bara svona, ég kann náttúrulega ekkert að boksa sko og þú veist, það byrjaði bara þannig að ég labbaði inn í hérna bokssalinn í Hafnarfirði og var að fara að boksa í fyrsta skipti og var aðeins mjög daga sko. Og svo alltaf í tímanum eftir mér þá var Kolli alltaf að boksa sko. Ég þarna, þú veist, að reyna að fara út fyrir þægindarmann eitthvað, byrja að boksa maður og svo kemur alltaf bara besti boksar í Íslandi alltaf bara stendur yfir tímanum eftir sko. En svo bara, þú veist, erum við fínir vinnir og ég fór að fara með honum alltaf út og svona. Og þannig að ég kem sjálfur, ég er motocrossin, ég er markvaldur Íslandsmeistari í motocrossi og var í gamla daga, þú veist, ég ætla ekki að segja að ég hefur topp 50 í heiminum sko, en ég er búinn að reyna að vera svona að harka eins og hann sko, bara í annarri íþrótt. Þannig að þú veist, ég veit alveg hvað hann er að gangi í gegnum sko. Það er alltaf ógeðslega erfitt að vera að reyna að halda sér, þú veist, relevant og þurfa að vera alltaf að vinna í peningahliðin líka, skilur. Og svo bara eins og ástandið er í dag líka, þú veist, það er allir að halda þessu höndunum og það er bara fucking erfitt að finna peninga, sko. Þannig að þú veist, það er margt í þessu, sko, það er ekki alltaf bara að mæta upp í vél og fara að boksa, sko, þú veist, það eru 1000 hlutir sem maður þurfa að ganga upp, sko. Ég ekki bara call out hérna Björgul Tór, þú veist, ekki bara taka upp veski og hitta okkur. Og vantar svoleiðis mann með okkur.
Já. Ég endar, Gunni náttúrulega alveg fokkin geggjaður í þessu, sko. Þú veist, ef ég ofverkur þá hann sinnum 4, sko. Hann bara, ef hann myndi sjá bjólum á Þórðar götu, hann myndi bara, hei, njáta peningu, hvað e-mailið það Hann ekkert að bíða með hlutina, sko. Það bara svoleiðis. Þannig að ég... Hikið saman tap, sko. Já. Það bara svoleiðis. En við, þú veist, það var alveg, þú veist, ég meina, við vorum að redda síðustu 100 skölluna bara daginn áður við fórum í flug, sko. Af því að við þurftum að vera með pening klára bara til að borga fæturinn úti og þú veist, það þurfti að borga leigubílinn fyrir það og hitt og þetta, við þurftum bara að klára með peningana, sko. Þannig að þú veist, þetta var alveg tæft að ná þessu, sko. Og bara sjáta á til allara sem að hjálpa okkur við þetta, sko. Einhverjir svona sterkustu sem voru með einhverju liði sem að þið haldið að verða með ykkur áfram með það? Já, sjálfsögðu við. Já, ég held að þessir sponsor sem við komum með núna verða bara áfram með okkur, sko. Já. Svona, ég gleymdi að skoða alla sem voru komin á Gallanás kolla. Þeir eru svo margir, það ekki séns að munna þetta, sko. Nei. En við fengum nokkra nýja sponsorin inn núna til að hjálpa okkur með þetta, fyrst að sjóið hérna heima klúraðist og allir peningur var búinn í hitt kampið og svona. Og það eru Ice nikotínpúðar, þeir komu bara eiginlega inn bara 2 dögum fyrir sjó. Ég labbaði á fundi á þeim bara að útskýra fyrir stöðuna og þeim bara, já, bara ekkert mál, bara geggjað, við erum bara til að sponsora kolla og þeir eru búin að fylgjast með honum og fíla sem hann að gera, hann náttúrulega The Ice Bear, sko. Þeir eru, sko, Ice nikotínpúðar með ísbjörn í logo og ég bara, við verðum að gera eitthvað með þetta, sko. Þannig að þeir kom inn með pening fyrir okkur, bara takk hérlega fyrir það. Og svo er einhverjir gaurar sem að settu einhvern smá pening líka sem að vildi ekkert láta nafnsins gefa það, sko. Nei, bara... Og svo er það, hvað er Info Capital? Info Capital. Og Tindur og þeir í Racing byggingafélag. Þeir kom inn núna fyrir þetta. Og veitingstaðurinn sem Ástóri með. Já, Viking Soup. Já. Reykjald að vera ekki með þetta á hreinu, sko. Já, en þeir slatti á sponsorum. Já, algjörlega, sko. Já, það voru nú einhverjir hérna íspurning góði, sko. Já, Ice og byggingafélagið, þau voru alltaf svona áberandi, sko. Já. Það voru komnir á okkur að pústur þarna. Þetta var líka bara svo ógeðslega mikið stress maður og mikið að gera á síðustu dagana maður en þetta gekk upp. Þannig að vonandi erum við komin á eitthvað gott path núna með áframhaldið, sko. Já. Er þið með eitthvað í pípunum, svona? Við Gunni erum með fullt af hugmyndum, sko. Og aðalega Gunni náttúrulega, sko. Já, það sinni 4, sko. Já, Gunni sinni 4, sko. Sko, Bettina var að skipta sjónvarsfyrirtæki úti. Já. Og þetta var fyrst skipti sem Extrablaðið var með og það stærsti fjölmiðill í Kaupmannahafnar. Já. Og hún bara að fara á fund nú á næstu með og sjá hvernig þeim fannst og vonandi negla bara lengri samning við þá. Ok. Og þá hún náttúrulega bara vonandi í loka ágúst og næsti bardagur í kaupin. Já. Bara í loka ágúst? Já. Það bara stutt turnaround. Ágúst, september kannski. Já. Fyrir þá kolla eða eru þetta með Emin? Kolla. Já. Emin náttúrulega kom með í loka ágúst líka, en getur verið að Emin færi sig bara að koma með kolla sama upp? Við erum svo sem alveg eftir að setjast niður með kolla bara og ræða framhaldið, sko. Hvað hann vill gera, sko, en við erum með ýmsar hugmyndir sem að við heldum að geta verið sniðugskrif fyrir hann. Já. Og það þarf að halda á virkum og hann þarf að taka lágmark 2 bardaga á ári og því ekki verið svona langt á milli, sko. Tíminn vinnur ekki með honum, sko. Nei, einmitt. Hann orðinn hvað, 37, 8? Já. Hann galt mér. Já, 88 módel. Youngblood, já. 88 módel. Það er ekkert ópós. Já. Það er nú engin aldur, sko. Er hann orðinn 38 ára? Já. Já, ég veit ekki hvernig, apríl. En þú veist, ef ég þekki kolla rétt, sko, þá vill hann náttúrulega ekki, sko, nefnir ekki að boxa, sko, í, nóvember, desember. Nei. Það er umrægt. Af því að það er jólin. Nei, það er bara orðið kalt og allir með flensu og, þú veist, þú vilt bara ná seinni bardaganum áður en að, þú veist, september, haustflensan kemur inn og allir verða veikir einhvern veginn. Já. Og svona, það er að taka eitthvað kamp og veikt barn heima og hvað, þetta er bara leiðinlegt, sko. Þannig að ef ég þekki kolla rétt, það er alveg pæling, sko. Já, ég meina það er nú samt oft stóri bardagar ekki nú jólin, sko. Já, ég veit það, sko. Ég gef mig grein fyrir því, sko. En svo það er líka möguleik í október, bara money talks. Það skiptir engum alveg hvað tími ársins er, sko. Hvað er að glira þetta? Það er rétt.
Það En nú að bara sjá, veist, hvernig hann recoverar og svona, veist, og mann náttúrulega ekki vera ósnemma heldur, sko. Við hefum vel átt að þurfti að vera mynd á hann núna. Hvernig það lítur út í dag eftir. Pandabjörnin? Já, hann er alltaf að breyta. Já, hann var líka pandabjörn eftir. Hann er að svíkja lit, sko. Það var eitthvað vesen, sko, með, þú veist, hitt auðað, þú veist, hann var með skurðunum einn og svo var hann svo illt þarna kvöldið. Hann reif himnuna, sko. Ég reif himnuna í hinu auðanu, sko. Þannig að, þú veist, það var alveg, það var að stríða honum geða mikið, hann var mjög illt í því að hann bara setna kvöldið. Já, við björlandi í, sko. Já. Ég talaði við einn bókslagnir sem fyrirvændi bóksara, sko, hann sagði, sér hann vel, já, þá er þetta bara mjög einfalt, þannig að hann sér vel, ekkert blörrað, þá var hann bara barinn. Þannig að bara heiðilega með þetta, sko. Já, bókslæknir. Já, hann bara fyrirvændi bóksari. Já, og læknir. Já. Gekki blanda. Já, ég held að væri bara komið svona a boxing doctor. Já, það var þetta grótart. Ok, þannig að við erum kannski æbólað, þú veist, ágúst, september í Danmörk. Oktober kannski á öðrum stað. Ágúst, september, oktober á öðrum stað. Ég spurði hann alltaf hann í viðtalinu eftir fight, þú veist, hvort það er þið jafnvel næst á Íslandi, og hann bara, já, eða þú veist, bara Vegas eða eitthvað. Já. Þannig að hann er hausinn alveg komið þangað. Já. Það er alveg margt í pípunum, þannig að við erum alltaf bara að vinna að reyna að fá þetta löglegt hér, þannig að... Já. Hver er staðan á því? Þú veist, núna, það átti náttúrulega að vera í apríl eins og frækturorðið. Var það ekki, eins og líka frækturorðið. Hver er staðan á þessu lögleggingar, dóti og hróbóksi hérna heima? Það er náttúrulega ólöglegt, skilur. Já, það er bara ólöglegt. Já, og lögfræðingur er að senda á dómsmálaráðherra núna bréf, hún er bara fyrir helgi. Og við ætlum bara að stefna Íslenska ríkinu. Þið ætlum bara í mál við Íslenska ríkið? Já. Þegar að segja við, þá var hann að tala um hann. Já, það er sinnum fjóri, sko. Gunni er að fara allar Það er bara ósáttur, sko. Það er svo bara sinnum fjóri bara. Verður þetta bara Gunnar Guðjóns versus Íslenska ríkið? Já, það verður svolítið þannig. Og allir atvinnubóksararnir. Það verða á stefnunni, sko. Það var bara geggja fyrir þegar það var stutt í sjóðu þarna síðast, sem átti að vera í Gamla bíó. Það var bara, þú veist, Gunnilega, hvernig hann bara senda hann á hjá lögreglunni, og svo bara eitthvað kortur og segna, herri, ég mætti hérna Hverfisgötu maður, ég fekk fund hjá ríkislögreglustjóra. Það var bara mætti svona niður þetta, ég fekk bara eitthvað fund, satt bara þar með ríkislögreglustjóra og reddi málin. Svo var hann komin í heilbrigðiseftirlitið og hann er eitthvað að senda ykkur e-mail, sko, hann mætti bara, halló. Það er bara svoleiðis, þetta virkar bara þannig. Það er gott fyrir bóksarar með Gunna og hurðum, sko. Já, ég hef svo mikið svona að senda tölvupóst og ef ég fæ ekki svar, bara gleymi þessu. Já, ef þú ert ekki búin að svara með tölvupóst til 10 mínútur og ringi ég, sko. Já. Ef þú vinnur frá með tölvu, þá getur þú svara á tölvupósti ég sendi þér. Það er sjúklega þægilegt að svara ekki tölvupósti. Já, það er svo einfalt, sko. Já, það er svo þægilegt. Það sér enginn hvort sér búin að opna hann eða ekki, sko. Ég, þú svarar mig ekki, þannig að ég ringi. Já, en gefur ráð fyrir því. Já. Bara skítið. Ok, þannig að... Það er bara fullferð, ég er búin að tala við ráðherra og svona, og ráðherra, sko, honum grunnar mest þegar kemur stefna á ríki að það verður bara samið við okkur. Og það, þeir geta ekki barist á mótinu, stjórnarskránni atvinnufrelsi er bara skýrt að Íslendingar með að velja þá starfsgrein sem ég vilja svo framlega sem að skaða ekki almenna hagsmuni. Og hvernig ætla er að berjast á móti því, skilur. Það er ekki að bera rauk fyrir því að nefaðingar séu hættulegt fyrir alla landsmenn. Nei, það er ekki bara hættulegt bull, sko. Hvernig er líka ef að hvernig það, þú veist, hvernig er hægt að borga skatt af atvinnugrein sem hún vinnur inn í öðru landi, hún er samt ólögleg hér, sko. Þeir vilja fá, ef að College fæti Anton Joshua fær 200 milljónir bandaríkjadollara, þeir eru að fara að taka peningin af pening í landi, sko. En þeir vilja samt ekki leiða að vinna þetta, sko. En þeir eru samt alveg til að hyrða allt í skattin ef hann, þú veist, fer út og vinnur þar, sko. Þetta meikar engan sens, sko. Meikar engan sens. Þetta er svona svipað eins og með tipparana, ef þú tippar og vinnur of stórt, sko. Á einhverju síðu erlendis, þá vil skatturinn fá kött, sko, og þeir sækjast eftir þér, sko. Þeir vilja ekki fá kísu, þeir vilja fá hluta af velunafélaginu, sko. Brandar kvöldsins.
En þú veist, það þarf ekki nema bara að segja þetta upp átt, sko. Nei, sko, það er náttúrulega ekki, sko, ég er búið að fara á fundi hjá, ég veit ekki hvað mörgum þingmönnum, sko. Það er ekki andstæð í þinginu við Njörður, sko. Nei. Vinstri grænir eru farnir að þingi og Pírata líka, þannig að það er engin andstæð lengur, sko. Nei. Þannig að, en vandamáli síðustu 3 ár frá því ég setti frumvarpi fyrir, það er bara búið svo stór mál á þinginu að það hefði ekki fengið bara, pláss, skilju. En þegar kemur ákjara á ríki, þá verða þær að bregðast við, sko. Já. En þú voru Vinstri grænir og Pírata með eitthvað? Já, þetta er það bara, þessi kommunistari móti öllu, sko. Absolutt. Já. Það er alltaf þarftu að bóksa. Já. Þarftu að gera þetta, þarftu að borða nautakjöt. Já. Það er alltaf hugmyndir. Þannig að þau komast því að þú þarft ekkert mikið meir en hafragraut og vasklas, sko. Og það er bara lífið, sko. Já. Þannig eru kommunistarnir. Þannig að það voru, fannstu fyrir því að það voru ákveðnir flokkar sem voru að setja sig, sem voru minna spenntir að setja sig á móti. Sko, flokkur fólksins er ekki búið að taka neina afstöðu þetta. Nei. En ég þekki nú til aðstoðarmanna þar, þannig að það er alveg hægt að íta í fólk þar, sko. Já. Það er svona eini flokkur sem væri eitthvað á móti eða samfélkingin, sko. Já. Það er næstu kommunistar, þannig að... Já, allt komið. Hvað eigum við þá að kjósa, Gunni, næstu kostningu? Segja okkur það. Nei, það er Alma er á móti þessu, sko. Já. Það er bara svoleiðis. Það er no-brainer, sko. Já. Hún er örugglega á móti bóksi og vill að við bara hún með ekki segja nei við sprautum. Já, einmitt. Þorgerður Katrín var nú á frumvarpinu þegar ég laði það fyrir, sko. Þannig að ég teldi nokkuð víst að viðreisn með, sko. Já. En við vitum þá náttúrulega alveg að, þú veist, þetta er löglegt alls staðar annars staðar í heiminum. Nema í Íran. Að þú veist, þetta mun verða leyft einhvern tímann. Það er bara þannig. Það er bara spurning hvenær það verður. Já. Það getur ekki bara eina landi í heiminum sem þetta er bara bannað í bara næstu 1000 ára. Kannski ætla að taka bara Sharia-lögina eins og Íranar bara. Já, það eru einhverju hópar sem er svona byrjað að tala það er alveg byrjað að berjast fyrir því allavega í Englandi, veit ég. Já. Það er bara menn komnir í bara valda stöður sem eru bara, Sharia law hérna. Sharia law. Já, sem er stemning og þá færði kannski hér, þá fáum við ekki atvinnulega. Já, þá færði ekki bóksa próf. Nei. Já, og konaðin er alltaf heima. Já. Ekki náttúrulega gott líf. Tjók. Kona mín er alltaf bara Velkomin í Karlahotnið. Já, gaman að þessu. Þannig að við ætlum að kjósa svona miðhægri til að vera viss. Já. Til að vera viss að... Nei, þetta verður komið fyrir næstu kosningar. Já, ok. Þegar maður stefnir ríkinu, hvað, þú veist, ertu bara svona að safna liði og heikoflum og eitthvað og ferðu svo bara... Nei, ég er bara með lögfræðing. Já. Og hann stefnir bara íslenska ríkinu. Já, og hvert sendur þú tölvupóst? Ísland@ríkið.is. Já, og það er bara hér er þetta komið? Á, sko, væntanlega á dómsmálaráðuneytið myndi ég halda, sko. Já, og það er bara hér er stefna. Hann er að gera bréf núna sem hann mun senda á dómsmálaráðara. Já. Hvort að hann er tilbúið að breyta löggjöfinni, bara henda henni í ruslið og ef ekki, þá verður bara ríkinu stemt. Já, og þetta er bara í vinnslu bara? Já, bara þetta verður sendt bara fyrir helgi vondi og sett í morgan líka, þannig að bara opið bréf, sko. Ok, spennandi. Ég sé fyrir mig bara apa á ritvélinu núna bara. Ekki þetta inn. En þú veist, gæti þetta tekið einhver ár, eða þú veist, hvað? Nei. Sko, á stefni ríkinu þá, það er enginn að fara að hafa Gunna bankandi hjá sér mörg ár, sko. Héraðsdómur fyrir sumarfrí, en svo bara kemur stefna og það tekur bara 2 mánuði, max 3 mánuði að taka það fyrir, sko. Já. Þannig að en ríki vill ekkert fara í dómsleiðina í þessu, skilur. Þannig að ég er búið að tala við 2, frekar 3 ráðherra, þessi allir ríki vill ekki fara í dómsmál, skilur. Ekki út af eitthvað svona tilhengiskyld, skilur. Þetta er 70 ára gömul lög sem þetta er jafn vitlaust og Tyrkir voru jafndræpir á Íslandi til 95 þegar HM í handboltavarina. Þegar Tyrkinni ætluðu ekki að koma. Já. Og við ætlum ekki að koma þangað, við ætlum að drepa ykkur, eða. Ógeðslega fyndið. Og þá var þeim lögum bara hendur ruslið, skilur. Þetta er bara jafn vitlaust, sko. Ég elska þessi lög. Ég vil fá bara eitthvað svona nýtt galið á móti, skilur. Svo var það sem að fyndi, svo var talið þetta Tyrkjar á hann hafi nú ekki verið Tyrkir. Nei. Það hafi verið einhver allsýtsmenn. Já, allsýts.
Já. Þannig að ógeðslega fyndi að við höfum líka bara verið svona rasista, bara hverju voru þetta bara ég held að það voru Tyrklandi. Ég held að við voru Tyrklandi. Nei, það er ógeðslega fyndið. En já, ok, þannig að þú veist, þetta er bara gömulög, það er auðvitað að henda þeim í ruslið, það þarf ekkert að fara með eitthvað og það er bara hægt að semja. Já. Það er bara hægt að semja að þetta sé bara úrelt. Þetta er bara ógilda lögin Já. og taka frumvarpi fyrir og setja inn nefnd. Já. Og þá fáum við fagaðala sem fínpúsaða. Já. Og frumvarpi er beint þýtt að nýjasta frumvarpi heimi, norska frumvarpi. Já. Og sem allir er að reyna að líkjast. Þannig að það þarf bara fínpúsa að íslensku lögum. En það ferli, getur það tekið eitthvað, einhver ár, að fara í gegnum umræður á þinginu og eitthvað svona þannig dót? Nei, ekki ef þetta er gert bara vel, skilur. Og ef nefndin, þá náttúrulega, það verður ekki fengið eitthvað úr borgartúni til að vinna þetta, skilur. Það er bara fengið, Guðjón Vilhjálm verði kallaður og Mikael Höck og svona kallar bara úr bransanum. Ja. Og þetta er bara gert bara svona, skilur. Þannig að það er verið að stofna Íslenska atvinnusamband og það verður sennilega komið inn í EBU Evrópusambandið í sumar. Þannig að við erum bara í pípunum að setja allt í gang. Sko. Ef við kjósum að fara í Evrópusambandið núna í þjóðaratkvæðagreiðslunni, menn það gerir þetta eitthvað auðveldara? Skiptir engum máli. Nei. Það er eitthvað spóið því? Hvert ríki getur bannað? Ég er ekki hrifinn af því, sko. Við viljum ekki vera þá umræði. Tyrkjaránið, ok, en ESB, nei. Karlahóðnið er fínt, en ESB, það er of stór pæl. Það var bara heima hjá öðrum bóksa, Tóta eða eitthvað. Já, eða til þá umræði. Gaman að þessu. Ok, þannig að þú veist, þá er alveg svona plausible að við gætum fengið bara nefnileikakvöld með Kolla, með Emin, með öllu prófólkinu okkar seinna á árinu eða snemma á næsta ári. Já, það er myndi. Það var bara Kolli vs. Anthony Joshua, held ég. Já, Valdir, Róta Valdir fyrst. Já, Úsik, kannski Úsik. Já, ég held að það sé bara bæði, með okkur Úsik var lélugur síðast. Já. Nú er náttúrulega Úsik að fara á móti þessum hvað heitir hann? Agít, sem að Kolli bara buffaði, fór og sparraði við. Já. Er hann búinn að samþykkja það? Já, þeir voru náttúrulega face-off. Hann þarf að droppa beltinu, hann hefur viku til að droppa beltinu eða samþykkja bardaðan, sko. Einmitt. En Manfredi var myndið fjallum þetta. Já, einmitt, ég sá það. Já. Svo hvað ég fylgist vel með. Nákvæmlega, hann hefur viku, sko. Áður en hann þarf að droppa beltinu. En hann hefur nú veikið þetta belti áður, þannig að hann er ekkert að, ég respekta hérna Úsik svolítið fyrir það, hann er ekkert að láta pússa sig í eitthvað sem hann nennir ekki, sko. En ég myndi svona finna svolítið til með Kolla ef Úsik færi að berjast við Agít og Kolli þegar það sitja í sófunum vitandi ég get lammenninga það. Já, en það var kannski bara best ef Agít myndi vinna og Kolli myndi bara segja, heyrðu, hvað er mér næst en ég er búin að berja einsi. Já, myndbandaði. Já. Sett á netið og kemur ekki á. Já. Svo núna höldum við með Agít á móti Úsik. Já. Kolli þarf að fara að gera eitthvað svoleiðis. Það bara að setja eitthvað Facebook-stað til svona, helviti svo mikið. Kolli er alltaf hóvar. Ég held að við þurfum að halda þið taki yfir samfélagsmiðlana á Kolla og bara farið að hóta ykkur görum. Hvernig væri það? Já, ég bara... Ég er með passvortið. Já, ég er til í þetta. Ég tökum með bara Instagramið, TikTokið, OnlyFansið. Bara flaggið alla maður. Nú er það með OnlyFans. Já, þetta er ekki maður subscribe á. Það er náttúrulega vettvangur fyrir, getur við peninga það? Það er vettvangur fyrir Twittera, við erum ekki konið þangað strax. Já, það er eiginlega sko að vera bara með, eins og Craig Jones gerði, hann var bara með OnlyFans, bara fyrir það sem OnlyFans átt að vera, skilur, bara svona behind the scene content. En það var sko, að það var alltaf í svona follow my, svona subscribe to my OnlyFans, og það var svo vinsælt sko, að þú veist, það eitt og sér, gerði hann bara svona aukalega pínu frægan sko. Eins og bara ef að Kolli væri í alvörinu með OnlyFans síðu og væri að promóta OnlyFans þá væri allir með að fá þessa rámkvömynd en samt væri þetta bara 100% legit skil. Og það er mikið markaðssetning. Það selja eitthvað tásemyndir á OnlyFans. Já, bara einhverja 2 stóru tásur að boksa eitthvað skilur við. Menn geta eitthvað að vera eitthvað að vinna með þetta. 2 stóru tæra boksa. Já, nákvæmlega.
menn kaupa hvað sem í dag sem ég fyndi sko en mér er svo fyndi sko, með að við hvað svona fyrirtæki ég finn það líka sko, að fyrirtæki að núti sko það aðeins að spila tætt sko en þessi tásuperrar þeir verða að segja endurasta pening sko. Hvar finnum maður þá? Ég veit það ekki ég er ekki viss en það er nú önnur umræða en þú veist, ég er alveg til að taka við samfélagsmiðlum á skóla en ég er mjög hættur með þetta bara eitthvað tásur og eitthvað ég væri eins og barn í Nammilandi ef ég fengi bara svona fullt svona creative rights gaman að þessu já, en sko hvernig er við eins og með Emin hvernig þú veist ég svona spái hvort að er Emin að fara sömu leið og Kolli og er Kolli að fara að miðla þekkingu og vera svona brautryðjandi fyrir Emin allan daginn já, en Erika-Nótt fór algjörlega sína eigin leið eða eitthvað hún er náttúrulega ekki að fara í próf sko nei, hún segist þér að fara í próf og hún er búin að fara í ykkur myndutökur á Misfits og... já, sko persónulega finnst mér að hún er að fara kolvilsleið sko já veist, hún er að fara bara í hákallana og veist hvað ætlaði að gera, veist, 5 bardaga eða 5 ára samning við, veist, Jake Paul og fá svo ekkert berjast eða. Já. Veist, það er alveg sem að gerast, skilju. Já, er hún komin á samning, vitið það? Hún er í viðræðum, veit ég, sko. Já, það er svona eitthvað yfir. Hún er búið að, ég held hún er búið að hafna Jake Paul, sko. Já, ok. En það er, veist, hún er alveg gott showbusiness, skilju. Veist, en hún þyrfti að fá að berjast oft, skilju, veist. Já. Veist, hún talar veist, fór staðist að payout á, veist, miljóni eða eitthvað, skilju, en hvað gerir það, skilju? Já, miljónir íslenskar. Já, það er bara small money, veist, ef þú færð ekki 1.000.000 5 ári, skilju. Já. Veist. Já, það er engin peningur, sko. Nei. En hvað tekur svona, hvað getur Emin Katri lært og hvað greið, þú veist, hann þarf náttúrulega bara að keppa nóg oft, þú veist, hann er ungur, þú veist, og ef hann keppi nóg oft, þú veist, ég held að planið að hann er að ná 4 barða þess ári. Já. Og veist, þá er hann bara fljótur að fara upp stigan, sko. Já. Þannig að hann bara fá reynslu og þá restin kemur, skilju. Já. Þú veist, er hann svona bara að njóta góðs af því að, þú veist, núna er Kolli kannski búinn að búa til einhver tengsl út í, þú veist, hann er komið með Mandrjarn í Finnlandi sem að fer mjög vel með hann. Núna er komið Bettina Palle komin inn í þetta. Hefur hún einhvern áhuga á Emin eða hvernig? Já, bara hún er náttúrulega bara áhuga á, veist, Íslandi, skilju, veist, og veist, ég vil fá hana hinga þegar við höldum fyrst að sjóa hér, skilju. Já. Veist, á móti. Já. Bara sem einhver heiðursgest þá, eða? Nei, bara að vera með okkur. Bara með sína fætura? Já, veist, koma með TV stations og allt, skilur. Já, bara útsendingar aðeins á eitthvað? Já, og veist, Íslandi er alltaf lítið fyrir atvinnubox, veist, það er ekki hefð hér fyrir fyrirtæki, veist, sérðu bara síðasta bardaginn hjá Tyson Fury, veist, staðsti styrtaðinu á Domino's Pizza, sko. Já. Þetta á Domino's Pizza myndi henda 20 miljónir fætt hér, gleymdu því. Nei. Og veist, það er málið, veist, við þurfum að fá útlönd heim, skilur. Já. Og það sé... Já, bara svo að þetta verði eitthvað almennilegt hérna. Það er alltaf, Ísland er alltaf samt svo geðveik söluvara, sko. Já. Það vilja allir koma til Ísland. Blue Lagoon og allt þetta kjaftaði, þú veist. Það verður, ég held að, þú veist, leiðurinn konni með þetta í gang, ég held að sé þetta, þú veist. Ég er bara að sjá fyrir mér Eddie Hearn og allt dæmið, sko. Ég held að það sé geðveikt að selja Ísland í þetta, sko. Ég hugsa, sko. Þetta er alltaf geggjaður staður, náttúrulega bara Bandaríkin, Rússar, þú veist, að keppa mútið hverjum á Íslandi. Já, það er líka. Það vilja líka, þú veist, ground, sko. Það vilja allir koma til Íslands, skilur. Og það hafa allir heyrt Ísland, bara, I have to be there one time, og bara, þú veist, I'm gonna take my girlfriend with me, og skilur, þú veist, ég held að sé, það verður svo auðvelt, held ég, að fá, þú veist, fólk til að koma einhvers, sko. Ég meina, Halli Nelson talaði að, þú veist, Dana White sýndi strax áhuga bara að vilja koma í UFC-inga, þá fattið að það var eitthvað sem var í bannað, sem var ekki bannað. Sem var svo ekki bannað, nei, mitt. En þú veist, það hefur alveg verið í umræðinni, sko, hvaða bardaði var það? Var það ekki bannað? Klitschko Fury, fyrsti bardaginn, 2014-15. Það voru alveg viðræður að hafa þann bardag á Íslandi, sko. Og það fór alveg vel á veg, það var stoppaði minni mig á
að Reykjavíkurflugvöllur gat ekki tekið á móti nógu mörgum einkaþotum. Já. Þannig að þeir vilja vera skilur. Já. Þannig að Ég held að þegar þetta verður komið í gang þá hendum við Gunnar bara okkur stóran barða úti þar sem Shakin og hann bara Já. Iceland, what's your email? Real need money. Já, varst þú ekki að reyna að komast út annað til Gísa daginn? Ég fekk ekki miða. Nei, já. Og svo var félagið minn að dæma fucking kvöldi allt nema final bardaðan sko. Já, ok. Það þú ekki félag sem var að dæma í Gísa? Mikael Högg. Já, þeir eru bara fellar. Já, hann búið að gera bara mest fyrir íslenska nefnileika bara í sögunni sko. Og var hérna alltaf gamla dag að dæma og kom bara enga frýtt og Já, ok. Og hann nýbúið að stofna atvinnusamband í Svíþjóð og núna í pólitíkinni að rífast við gamla sænska sambandið sem vilja eiga alla peningana. Já, klassískt. Þannig að það bara... En hvernig það samt sko? Ok, núna ég ekki rúglaður í rýminu. Af hverju mátti UFC komingað og af hverju mátti Klitschko berjast en stoppaði bara á einkaþóttum en Colli má ekki berjast? Þegar Shadin mætir með 15 milljarða í vasanum, íslenska ríki ekki að stoppa það sko. Já. Það bara svoleiðis. Gunni var bara með 15.000 í vasanum. Það er svo stoppaði það. Það munaði því. Ég held að það bara málið sko. Ég skil, þannig að þetta bara aftur bara money talks. Það alltaf svoleiðis. Það ekki alltaf hann. Ég ætli það ekki. Ég bara einhvern veginn hefði haldið að lögin væri bara fyrir alla sko. Já, þeir eru alltaf í þessu viðræðum á sín tíma. Já. En þeir eru kannski nefnt sko ef þú mætir með 15 milljónir að það hefur kannski ekki þurft að stefna ríkinu. Ríki hefði kannski bara eins og með Tyrkjulögin komlu, bara svona, já, hefðu ekki aðeins að tjup. Já. Ég held að sé nú kannski enginn að fara að segja það beint út, sko. Nei. Þessi Tyrkjalög hefði aldrei farið burtu nema að háa mig verið hana, skilju. Já, það er bara svoleiðis, þau væri bara enda þarna, við væri bara búið að stúta nokkru Tyrkjum hana, skilju. Já. Bara svona til gamans. Já. Já, ok. En þú veist, þegar þið segja, þú veist, UFC mátti vera hérna. Er það bara það sama? Það sama? Það er engin lög UFC, blanda bardagíþróttir. Já, en þú veist, nú hefur alltaf skilningunum verið að það sé bannað út af boxi. Það er bara einhver túlkun. Það er bara einhver túlkun sem einhver kjáni kom með, skilju. Það sem ekki ef það er engin lög það, þá er það ekki bannað. Ok, þannig að segjum að Bjarki á Glacier Fight Night vildi vera með pro-bardaga. Hann má það. Já. Hvernig er það með Grumma og Bín? Verður það ekki prófað? Ekki svo ég viti. Nei, það var eitthvað að tálma. Já, það? Held það, sko. Ég hef ekki... Hann á bara drífið í maður. Já. Keyrið í gang. Hvað, Krummi? Eða Bjarki? Bjarki. Já. En þú veist, ég hefði haldið... Ég hef alltaf einhvern veginn verið í þeirri trú að pro-MMA sé bannað út af pro-nefaleigum. Nei. Það stendur bara hvernig, það er engin lög sem segja MMA. Í lögunum er bara atvinnu nefaleikar, punktur. Það segir ekkert blandaðar bardagir. Nei, en sko... Lögin segja nefaleikar. Já. Sko, gömlu lögin segir að nefaleikur er bannaður. Já. Lögin 2002 heimila áhuga manna nefaleika. Já. En heldur áfram banninu á atvinnu nefaleik. Já, þannig að sko, en nefaleigum, já. Þannig að það er ekkert sagt blandaðar bardagir. Já, ég hef bara alltaf trúið því sko að að MMA væri í rauninni nefaleikur. Það er bara túlkun. Já, og kannski svona bara, að fólk hafi bara, mér finnst það alveg svona nógu góð túlkun að vera svona, já, make a sense. Nei, það meikar ekkert sens út af þú mátt ekki sparka yfir nefaleikum. Nákvæmlega. Nei, en þú veist, að sko nefaleikur því er ekki bara box, skilur, bara... Já, en það bannið náttúrulega bara á þessa íþrótt. Já, að þegar við erum að tala nefaleiki í lögunum, þá bara við erum að tala box. Já, bara íþróttagreinar nefaleik. Já, sem við myndum svona sumpart með ekki sens, gefið þú mátt keppi í taekwondo eða það ekki? Já. En það hlýtur nú einhver með Gunnar Nelson og allt það batteri að vera búnir að kanna þetta eitthvað.
Nei, Jú, Bjarki fekk lögfræðiálit sem sagði bara go og hann gerði það og búið að gera það tvisvar. Já. Þannig að... Já, en það er alltaf inn í amatör, skilur við. Já. Hann þrýstir ekki meira á ramman heldur en, þú veist, boxileyfið, skilur við. Halli sagði að hann hafi fengið einhvern lögfræðing á sínum tíma sem hafi verið ráðlagt honum að ráðast ekki á þetta, sko. Já. Af því að, þú veist, þessi lögfræðingar eru bara túlkarar. Já. Einmitt. Svo það bara að láta reyna á þetta, fattiði mig. Þannig að, þú veist, nú það Bjarki bara að láta reyna á þetta. Láta bara, Grumma og Bín taka, 5 mínúna lótur og sjá hvað gerist. Já. Nei, það er ekki bara spurningum 5 mínúna lótur. Já, þú veist, bara allt. En svo er náttúrulega það líka að þú veist, lögreglan getur náttúrulega alveg gert það sem hún vil, sko. Þó hún getur náttúrulega komið að stoppa þetta og svo bara er það eitthvað túlkunar að dreif eftir á, sko. Já. Svo bara sorry. Já. Hún getur líka bara gert ekki neitt og sagt það eftir á, sko. Þannig að, þú veist, það er kannski þú veist, já. Maður veit ekki, þetta er flókið. Já, núna erum við á því svona amatörlögfræðingar að segja eitthvað að hinir lögfræðingar Svo bara, það veit engin neitt fyrir það er búið að testa lögin. Nei. Það er eins og á bara daginn, það var einhver sem að gerði erfðaskrá að, þú veist, hann var ekki giftu konunni sinni en hann ákvað að gefa henni þriðjung og þú veist, þú mátt ekki arflega einhvern annan en börnin sem þú verður að arflega. Þú mátt ekki arflega einhvern annan meira en þriðjung. Þannig að hann var búinn að gera erfðaskrá þannig að þessi kona sem hann var með, hún fékk þriðjung. En hann átti einhvern séreignarsparnað og íslenska ríkið dæmdi í þessu máli þannig að séreignarsparnaðin féll ekki þannig að hún fekk ekkert að séreignarsparnaðinum og með því var bara verið að setja fordæmi þau lög þannig að við vitum ekkert að það bara láta reyna á lög og þá er komið fordæmi fyrir þeim og þú veist þannig að þetta með hvort að hnefaleikur sé box eða MMA eða hvað sem það bara láta reyna á þetta og þá er bara komið fordæmi. Já, en það er það sem leikurinn gengur út á, skilur við. Svo þá eru bara einhverju lögfræðingar sem takast á í dómsal og svo dæmi dómarinn hvað er túlkunin rétt, skilur við. Þannig að, þú veist... Já, það er búið vandamálega heima eins með boxi, þú veist. Það eru allir að væla þessi bannað og hvað, en enginn er búið að gera neitt. Það er bara mönnum vantar pung, það er bara slúðis. Mönnum vantar pung? Já. Herru, ég var að glíma í dag, fekk svona 3 eða 4 pungskot. Ég Já, þess að einu manni sem vantar ekki pung. Mann til að taka pungin minn. Ég væri til að losna með hann. Ég er ekki gott á honum. En ok, þannig að þannig við viljum meina að þeir eru kannski svolítið svona bjartsýnir á allt það lagadót, sko. Þeir viljum meina að Klitschko hefði mátt berast hérna og að UFC mætti halda sjó. Já. Og Bjarki geti farið pró. Já. Barist, og Gleisi fætnandi með verið pró. Allan dag. Bara haust, sjáta át Bjarki, pró. Já. Láta Krumma og Bín taka þetta pró. Ég held að það sé klálega málið, sko. Láta reyna á það. 1 pró bardagi, Krumma og Bín. Þú veist, the trilogy fight. Þú getur alltaf að gera það ef hann er með amatör sjó með alla hinna bardaðan amatör svo er hann bara með 1 lokabarda þannig að ef löggan alltaf að gera eitthvað þá er allavega kvöldi búið að breyta barda Já, þú læsi bara hurðið fyrir síðast bardaðin. Já. Það getur verið gott plan, sko. Sko, augnaráðið sem þú gafst mér var svona eins og þú væri búin að læsa hurðinni svona 3 sem áður eitthvað svona gegnum ævinni svo bara læsa hurðinni strókar. Ok. Þetta er bara ekkert víst að þetta kliki, sko. Nei, áhugavert. Já, ég ætla að ræða þetta við Bjarka. Ég rekst á hann alveg til dæla reglulega. Að því ég er einhvern veginn svo samfærður þetta sé bannað. En ég er algjör róla þegar kemur að þessu, þannig kannski það var að ljónsjálf eins og því. Ég er líka bara komið að framfæra, sko, að ég er ekki að þykjast vera ykkur bardagarsérfræðingur en ég gerir bara allt sem Gunni segir mér að gera, sko. Hann basically bara að nota mig í öll þessi skítaverkefni, sko. Já. Þannig að, þú veist. Ég sendi 50 posta og svo sendi hann á fundin og sækja peningin, sko. Já. Þú er bara svona að skrifa upp fjarstafskortið og senda Aron eitthvað út að grafa. Já, maður gerir þetta ekki einn, það er bara sluðis. Nei, það er alveg. Það þurfa allir að hjálpa stað, sko. Já. Maður þekki það nú gegnum bara sportið mitt, það er bara svona basically sama og boxi, sko, það er svona jaðar íþrótt og við erum búin að þurfa aldeilis berjast fyrir okkar líka, sko. Já. Þetta hvílir ofta á allt og fáum mönnum, sko. Já. Og ég ætla bara að segja það út, ég finn það alveg, sko, ég sé nýbyrjar í þessu boxdóti, sko. Maður finnur alltaf, alveg svaðaleg pólitík í þessu, sko. Já. Og þessi fáið og hinni fáið og allir fáið og eitthvað, sko. Ég held að menn setja kannski sameinast aðeins meira að þessu eina markmiði, sko. Hjálpast meira að, sko. Já, ég sammála.
svona. Ég held að, þú veist, það engin einn maður að fara að gera þetta, sko. Það þurfa bara allir hjálpa staði í þessu, held ég. 100%. En svona eitt á lögum, svona, að við röppum með þessum þætti upp, sko. Hafið eitthvað, sko, að þið byrjið með hérna Nordic Ring Promotions og það kannski fer ekki alveg nógu vel á stað, ef ég leyfi mér að segja það. Að hvaða leyti þá? Það er bara, hérna, þið vorum með sjó, fáið fullt af pening, svo ekkert sjó, fullt af pening tapast og svona. Ég nú ekki að segja að við fengið fullt af pening, nei, en við töpum fullt af pening, jú. 5-6 miljónir í mínus. Já, einmitt. Fáið aldrei svona tilfinningu, svona, fuck it, ef ekki bara hætti þessu. Jú. Það er ekki hann, sko. Nei, já, ok, þú bara, herri, ég held ekki bara komið gott, ef ekki bara cut our losses. En hérna, þú bara, kemur aldrei moment svona hjá þér, þar sem þú bara... Ég hef aldrei bakað út neinu barndað, sko. Þetta samt, þú veist, þetta samt ógeðslega gaman. Þetta ógeðslega lærdómsríkt ferli og bara því að segja á hann sem Emil, sko, hvort að hann segja njóta gósa eitthvað, kolli með mikla reynslu og svona. Það náttúrulega alltaf ógeðslega erfitt að gera eitthvað í fyrsta skipti. Já. Þegar, þú veist, enginn múin að gera það áður. Það ógeðslega... Kolli náttúrulega bara, ef hann myndi stoppa núna, það enginn búið að gera það sem búið að gera. Hann náttúrulega búin að vera bara... Það bara sluðis. Hann búin að vera bara dead on síðan 2007 eða eitthvað, eða hvað það sko. Helviti langur tími, sko. En bara eins og með þetta sem við vorum að gera en með þetta sjó heima, þú veist, við vorum að eins og við vissum alveg og allir sem voru involved, þú veist, það vissu allir alveg, þú veist, það vita allir, þetta bannað, ok, en það allir til að keyra á þetta, þú veist, bara þarf að fara að gerast. Og auðvitað voru ógeðslega margar þig sem maður rakst á og það var alveg vitað í byrjun. En nú það bara komið í reynslum okkar, þú veist, og nú bara að fara að halda áfram. Það bara, þú veist, ég ekki að láta stoppa hérna, það konur alltaf langt. Já. Það bara þannig, þetta verður erfitt, þannig við ætlum bara að keyra þetta í gang. Gunni ætlar að keyra þetta í gang. Þú til að fylgja eftir, svona, og sækja peninginn. Ég fæ ekkert með öðru ráðið. Nei, en ég held að þið séu líka bara flott teimi í þetta, sko. Ég man líka bara, þú veist, þegar hérna sjóið í apríl var í gangi, skilur, menn voru mikið að svona mjög spenntir að sjá hvort það myndi gangu upp, vildu þetta myndi gangu upp. Algjörlega. Og svona, þú veist, það held allir með ykkur, skilur. Já. Þú veist, ég sé bara einhverjar hérna konur og grindaskert fólk á einhvern kommentakerfum vera að tala um að þetta sé ljótt og að þetta var bannað og hvað þetta og eitthvað. Bara að vera í Kaffi Vest, skilur. Það bara það þurfi ekki verið að koma til en svo þetta náttúrulega bara geggja fyrir, þú veist, alla klúbbana, þú veist. Við náum að halda prósjó heima hérna, bara að búa til fleiri bardaðamenn, þú veist, það vilja allir berjast heima. Sko, þetta mikið stærri heldur en bara atvinnumennska. Sko, áhugamennskan mun sem skræða á því að atvinnumennska verður. Veist, núna sjóður hjá ISI, nýr afrekssjóður upp á 2-3 milljarða sem afrekks íþróttafólk fær. Nefuleikar fá ekki neitt úr sjóð. Þetta við eigum ekki afrekks íþróttamenn. Við eigum ekki atvinnumenn. Já. Og veist, ég veit að nýji formaðurinn, Ólafur, hann búið að fara að fund hjá Willum. Og veist, bara, heyrðu, þið verðið að breyta reglana í ykkur, skilju. Veist, það alltaf að þetta verður löglegt, skilju. Og það, veist, þetta náttúrulega bara gali, skilju. Og veist, ég veit ekki hvort að ég má segja þetta ofurlega, en veist, Willum tilbúið að koma og aðstofa okkur að þetta verða veruleika, skilju. Veist, ég búið að fara að fund með Willum og andra framkvæmdastjóra ISI að fá það til að stiga bakvið frumvarpið og þeir eru að skoða það, veist, hvort það sé eitthvað sem þeir geti gert til aðstofa okkur, skilju. Það verður bara veruleika mjög fljótlega, sko. Já, ég vona það. Verður að veruleika fljótlega. Ég spæði leifa þessi bara að vera að loka orðin í þessum þætti. Eitthvað, hérna sem það eitthvað spuru út í, Biggi? Nei, svo sem ekki. Nei. Ég sé að hérna, Aron var svo glær í augunum og svona. Nei, ég var að klára nokkuð maður. Já, en hérna, ég spæði að slá botnin í það. Við þurfum að gera annað þátt, ég og Biggi. Ég þakka ykkur æðislega fyrir komuna, mjög fróðlegt að spjalla við ykkur. Og svona kannski svona long overdue svolítið, að fá okkur strákana í þáttinn. Takk fyrir það. Bara gaman að koma maður, thanks for having us maður. En ég held að við hérna, að því að við erum búin að vera svo mikið að kistlu og fullu og ég ætla að fá að koma hérna smá sjátt á strákana sem hjálpa okkur bara síðustu vikunum að púsla saman fyrir kolla. Það Tindur og Beggi þeir í reysingu byggingafélag, það Ástór í Icelandic Street Food, það Sigurþór og strákanir hjá Ice, Nikotinbúðum og svo það Info Capital. Og
við komum með skítin í buxunum annar nokkur dögum fyrir fæt og var allir til að hjálpa okkur og láta þetta ganga upp, þannig að við erum bara ævilega þakklátti fyrir það. Þannig að nú er bara koma glóður á hann að kolla niður og senda Gunnar banka heim með honum og keyra þetta í gang, held ég, ekki? Það er bara svolítið. Ég vona það. Ég bara, ég er ánægð með sponsorinn ykkar og ánægð með Kolla, ánægð með Emin og ég er upp áfram þar. Já. On to the next one. Herru, strákar, takk aðeins fyrir komuna. Ég fæ ykkur aftur hérna í heimsókn, kannski bara fyrir næsta fæt eða Já, bara endilega. þegar búið að lögulega bóksið.